Góðan daginn, gott fólk. Allt þarf þetta að vera rétt gert svo heyrist nú í manni. Betur í manni, segjum það. Að heyrist vel í okkur. Og við séum skýrmaltir og allt það. Þetta svona lærist með tímunum. Það þarf að vera þetta með því að og líka þess vegna erum við að koma okkur upp góðum græjum. Til þess að við getum skilað þess af okkur með þeirri sæmd sem að okkur sjálfum finnst eigi að vera yfir þessu. Og þannig er það nú líka þegar þú ert að þjóna Guði þá kemur það nú einhvern veginn með bara að þú vilt að þetta skili þeim árangri sem eftir er sóst og áhorfundur og áheyrendur líka vilja fá. Þannig að þetta þarf allt saman að vera inn í pakkanum. Og þegar þú ert komin á þennan stað að vilja sinna þessu með þessum hætti, þá kostar það nú bara sína aura. Og það sleppur enginn eitthvað ódýrt þannig séð frá því. Þetta er hægt að gera hagstæðari innkaup, kannski þarna en hérna, en ef þú ætlar að hafa þetta eins og þú vilt hafa þetta sjálfur, sem fagmaður, segjum það nú, og mér sé nú ekki vel við það orð, að þá eins og ég sagði áðan, þá kostar þetta bara hellinga peningum. Þannig að ekki er þetta nú allt saman alveg gefins. Og þetta líka myndu komast að ef þú vilt fara út í svona einhverja framkvæmdir og verk. Ég veit svo sem ekki hvað blundar í þínu hjarta, hvað boðskapin Jesú áhrærir eða með hverjum hætti hann vill að þú gerir það. En kannski veistu það og kannski ertu farin að undirbúa það með hvað hætti það er. En Drottinn er með stórt verkefni og hann er með alls konar fyrirmæli og tilmæli til einstaklinga og þess vegna er svo mikilvægt að ég og þú að við föttum svolítið skipulagi hjá Guði. Að hann er ekkert endilega með alla á þínum stað, en það er mikilvægt fyrir mig og þig að skilja að svo sé ekki og þá líka áttuðu okkur svona oftar á því hvers vegna þessi gerir þetta svona og einhver annar er með alltaf þeirra aðferð við hvað? Sömu hluti. Þetta nefnilega snýst allt á endanum að boða trú á Jesú. Og við erum með alls konar hugmyndir og kenningar það hvað sé nú áhrifaríkast af þessu. En ég segi, hlustaðu eftir því hvað Guð vill að þú gerir og gerðu það. Og við sem trúaðir menn og trúaðar konur eigum að vera það vel að okkur í þessum fræðum að við eigum bara að sjá þessi verk sem verður að vinna sem trúið verk. Þannig að deilur eða svona einhverja bendingar og svona eitthvað hik með eitt og annað þarf ekkert að vera inni. Við höfum bara að vera vel að okkur í þessum fræðum og þá skiljum við orð Guðs betur og við erum með allt í orði Guðs, allar þessar ábendingar allt þetta sem hér hefur verið sagt. Við munum eftir strákanum, lærisveinum Jesú, þegar þeir komu til Jesús og sögðu að einhver hafi verið að kenna í hans nafni. En þeir hafa svona, já, bönnuðu þeir honum ekki að gera það. Vegna þess að þeir fylgdu ekki þeim. Nákvæmlega. Þetta hlýtur að vera rangt á einu minn ef þú ert ekki að fylgja mér í þessu. En þarna sjáum við þröngsýni manns sem engan veginn kemur
auga á hversu opbóðslega víður, breiður, hár og djúpur Kristur er. Hann svaraði þessu, við vitum hverju hann svaraði. Hann sagði, nei, varni honum þess ekki. Ég man nú ekki alveg hvað hann segir mér, varni honum þess ekki. Og hann sem sagt tekur hann bara í sinn hóp. Já, þessi er ennþá að vinna út á akri og okkur finnst ekki mikið til koma það sem hann er að gera. Að við erum alltaf að horfa á þessar risastóru samkomur og stóran hóp af fólki að því að ég er að tala eða ég er að syngja. Hvaða máli skipti ég? Ég skipti þetta talsverðu máli. Það er að segja, ef ég er í Jesú nafni við þetta, það skiptir öllu máli, það breytir öllu. Þannig að við þurfum að þrengja svolítið hringin utanum þessa hugsun okkar, að það er ekki bara ég sem er að gera eitthvað sem er rétt. Við viljum, það er svo erfitt fyrir okkur að sjá hennar risastóra Jesú sem er með sjónar á manni og konu, hverjum sem er, og sendir jafnvel út í einhvern verkefni sem að við erum aldeilis ekkert að samþykja. Á þess kannski við komum í gegn, við samþykjum það ekki, að við skiljum það ekki. Við sjáum þessa hugsun hjá lærisveinunum sem komið til Jesú vegna þessa mannsgrei sem var þarna að boða í Jesú nafni, en hann fylgdi þeim ekki. Kannski buður honum að koma, fylgdu bara okkur og vertu með okkur í þessu, en hann sagði, kannski sagði bara nei, ég þarf að vera í þessu sem ég er í. Og þeir voru ekki alveg átt að segja á þessu, en mega þú eiga það að þeir leita til Jesú með þetta. Hann sagði, ekki varna þessum manni þessa. Nákvæmlega, það er þetta sem við erum að tala um. Þess vegna þarf ég og þú og við, þetta kristna fólk, trúað fólk, að vera svolítið vel að okkur í fræðunum. Við eigum ekkert að láta hjá líða, eða líða það fyrir okkur sjálf, nema það eitt að við séum vel að okkur. Og hver stjórnar því öllu, hver annar er ég. Það er ég sem þarf að hella mér út í þessi fræði. Það er ég sem þarf að nema þessi fræði. Það er ég sem þarf að leita eftir skilningi á þessum fræðum og ég get beðið til Drottins þennan skilning. Hei, hann er hér og nú. Hann er það sem þú ert. Þannig að heimatökin öll eru nú afskaplega hæg. Annað er síðan hvað ég geri. Annað er síðan hvort ég vilji að sjóndeilda hringurinn minn færi svo litið út. Við sjáum að sjóndeilda hringur þessar ágætu bræður okkar sem að unnu og störfuðu með Kristi er ekki mjög víður. Svo kemur þarna einhver gæi og hann er að tala í Jesú nafni, þeir kannast ekkert við hann. Svo kasta 12 ef þetta er rétt meti hjá mér að hann hafi ekki viljað fara með þeim. Við erum stóran Guð. Hann nefnilega hefur talað við einstakling að gera þetta og vinurinn er að gera þetta og gerir það líka þó enginn í kring skilji hvað hann er að fara. Okkur er hann ekki með okkur. Spurði Jesú að því. Hann bara gerir þetta eins og hann vill. Hann notar einstakling til þess á hins verks og hvað skildu margir einstaklingar vera í starfi sem við höfum ekki grænan grun einstaklingar sem eru ekki eru nú kannski í svefni, ég veit reyndar ekkert það, kannski ég reikna nú með því því að svefnuðurinn hann er svo rosalega öflugur fyrir okkur, þannig að það er mjög erfitt heldur fyrir kristinn mann að vera ekki í svefnuði, jafnvel þó að sé að starfa svona eins og ég sé sjálfstætt, þá er honum alveg mikil þörf á því að vera í svefnuði og svefnuður er fleiri en ég er ekki svefnuður, ég er bara einstaklingur. En til að fara í svefnuð þá þarf ég að koma mér þangað og þar getur verið fullt af fólki.
og að því að ég er einstaklingur og ég er manneskja, þá þarf ég að uppörfun að halda frá öllum hinum. Ég er uppörfun og það er uppörfun fyrir mig, en ef ég er ekkert í neinu söfniði, ef ég er ekkert að sækjast í neitt þetta, þá er ég nú nokkuð viss það að þú sér ekki þann einstakling að starfa í Jesú nafni einsamall ykkur staðar út á götu. Hann gæti svo alveg prófa það, en ég er nokkuð vissum ef hann er bara þar með ekki samfélagi kringu sig, þá dagar hann bara upp í þessu, því að það heldur engin út ef hann hefur ekkert samfélagi neinstaðar. Þannig að við sjáum, það liggur alveg fyrir að Kristur vill að þú sért í samfélagi, hvernig og eftir sem hann er að nota þið síðan. Það er allt annað mál. Við erum að horfa á þennan mann sem að strákarnir komu, spurðu Kristum hvort þetta veri rétt. Hann hafði verið að starfa þarna, svo vildi hann ekki vera með þeim. Við sjáum, heyrum hvað Kristur segir. Hann segir, verið ekki að hafa áhyggjur af þessu. Leifum bara að halda áfram við þetta, nákvæmlega. Og hvaða lærdóm erum við að draga þessu? Klassískan lærdóm förum eftir orði Guðs. Og þá er nú mikla líkur á því að vísifingurinn okkar, hann sé nú ekki mikið að benda á þetta. Við erum bara að styðja þetta verk, það sem gert er í Jesú nafni. Þó ég sé ekki í þessu, þó ég sé ekki lykil maðurinn hér og þar, þó er ekki þar með sagt að þetta sé allt bara tóm vitleysa sem verið að gera. Ég bara blæs á það. Það getur ekkert verið þannig. Því að svo vel þekki ég Jesús að ég veit að hann notar fólk eins og hann vill sjálfur. Og aðalatriðið er að hann fái að nota fólk. Þetta hefur ekkert breyst. Þetta er ennþá eins og þetta hefur alltaf verið. En hvar er ég í þessari afstöðu og hvar er þú? Þú ert með fyrirframgerðar skoðanir á trúboði til dæmis. Og þú ert alveg samfærður að svona ég að gera það, punktur og eftir. Kannski ekki svo að skilja að þetta sé eitthvað rangt hjá þér. En það er svo heldur ekki að skilja að ekki megi gera þetta neitt öðruvísi. Þetta sé eina leiðin sem skilja árangri. Við viljum öll auðvitað hafa árangur. En það er árangur. Það er árangur af því að hlýða Jesú. Þá er árangur. Þess vegna erum við að hlýða Jesú. Þess vegna förum við bara eftir þeim vilja Drottin sem hann hefur beint til okkar. Já, ég er einstaklingur. Og ég þarf að hlýða Guði alveg svo þú ert einstaklingur. Ég er einstaklingur. Og þú sérð ekkert nema þennan mann í þessu embætti og það er nú bara vegna, já, þú sérð ekkert nema þennan mann í þessu embætti og svo líklega verður áfram. En ég er í söfnuði. Ég tilheyri ákveðnu starfi og ég nýt mín í mínu söfnuði. Og ég man alltaf eftir því að ég áttaði mig nú mjög fljótt á því að ég er það verið í söfnuði. Söfnuðurinn er búinn til af Jesú og söfnuðurinn er samansafna mörgu fólki að fáu fólki, en samt fólki sem kemur nokkuð saman í einum tilgangi, fá uppörfun og vera uppörfun. Þannig að einstaklingur, þó hann sé að starfa einn, við tölum aftur þennan ágæta einstakling sem að lærisveinnir komu og svona spurði Jesú hvort þetta væri nú rétt. Hann er þarna. Hann hefur alltaf verið þarna. Hvað þeir eru margir í dag, ég veit það ekki, en þeir eru þarna ennþá. Því að það sem Drottin hefur sett niður, hann staðfestir þetta, hann var að senda þennan mann. Annars hefði hann líklega ekki talað eins og hann talaði. Þetta er inn í framtíðina líka sem hann er að tala. Því að framtíðin kemur á eftir nútíðinni. Þeir voru í sinni nútíð. Það er 2000 ár síðan að þessi nútíð var uppi og við, ég veit svo sem ekkert hvernig menn sjá hlutina, við getum alveg séð þessa mynd dregna upp. Það Drottinn bara notar fólk eins og sjálfur vill og það er nú stafkrókur fyrir því í orði Guðs.
Þannig að þetta eitthvað sem að þarf ekki að koma okkur neitt á óvart. Það ekki bara rétt það sem ég að benda á. Það getur alveg rétt. En útilokar ekki það sem þú ert að gera. Ekki dettur mér einu sinni í hug að útiloka það. Því að svo vel ég að mér í fræðum Drottins að ég veit alveg hvernig, svona upp og ofan hvernig hann að starfa. Af hverju? Nú, ég hef verið að kynna með þessi mál. Ég hef gengið alveg heill og bugaður í gegnum þetta. Og þegar maður á þessum stað, þá náttúrulega hefur maður lært alveg helling. Maður hefur séð alveg helling. Og maður hefur vingsað alveg fullt af hlutum af sér, af því að maður hefur séð af reynslunni og það sem maður veit í orðið Guðs, að maður var ekki með rétt að mynda af. Og þetta ennþá uppi. Þetta ennþá eitthvað sem ég þarf að taka afstöðu sem einstaklingur til að skilja hvernig Drottinn virkar og verkar. Og til hvers leiðir þetta, til góðs hlutar og þess að þú ferð að sjá Krist í kannski einhverju sem þú sást hann aldrei í áður. Við sjáum með þessa strákar sem kom til Krist vegna þessa einstakling sem var að vinna þarna einn. Þeir sá ekkert Krist í honum. Svo kastaði 12 sennilega þegar hann vildi ekki fylgja þeim. Þeir vissu náttúrulega alveg hverju þeir fylgdu. Þeir voru með Krist bara í lifanda lífi. Þeir vissu alveg að hann var leiðtogi þeirra. En þessi maður vissi það líka í svona anda sínum þegar Kristur hefur verið greiftur í hann. Hann svaraði með þeim hætti. Látið hann eiga sig og ekki stoppa neitt í þessu eða eitthvað í þeim dúr. Sjáuð ekki hvernig við getum lært af orðið Guðs og verið þetta Guðsfólk með réttum formerkjum að öllu leyti, en við gerum það ekki ef við viljum ekki nema fræðin, ef við viljum ekki sjálf vera uppi með það sem að Kristur að boða. Já, hann kallaði þig í þetta verk og ég efast ekkert það. En hann kallaði mig í þetta verk. Og þú kannski efast það. Ég er ekki að segja að þú gerir það, en þú gætir alveg efast það. Ég oft líti á þetta sem ég að gera sem þetta hennan einstakling þarna sem að strákarnir skildi ekkert í. Og hvað með það? Við sjáum að Kristur mælir með honum. Mælir hann með þínu verkum. Ég býði þetta að svo sé. En ég veit að hann mælir með þessu verki sem ég að gera vegna þess að bara hann staðfestir það í hvert skipti. Bara með því að ég klára hvert verkefni fyrir sig. Og ég ekkert endilega svo klárast í að tala. En ég hef lært að treysta Guði. Ég hef lært að vinna með Kristi og ég veit að hann skilar þessu áfanga stað. Þegar ég var að byrja í þessu, það eðlilegt að maður náttúrulega svona skoði þetta með svona gagnrýnis augum. Og svo veit ég það í dag, eins og ég marg oft sagt, að þegar ég sest niður, þá kemur það sem á að koma, ekkert endilega það sem ég reyndi að pæla ekkert í því hvað á að koma, en ég veit að kemur einhvað og svo byrja ég að tala og útkoman þetta eða hinn kennslan eða áherslan. Ég algjörlega óundirbúin, þú voru að það. Að ég þjóna lifandi Guði sem það sem ég Takt eftir þessu. Hann íti mér í þetta. Hann etur mér áfram. Etur mér áfram, já. Af því hann vill að ég sinni þessu. En ég í söfnuði. Og ég elska minn söfnuð. Ég styð þá forustu sem það og hef alltaf gert reyndar. Ég hef alltaf stött forustu í þeim söfnuð sem ég hef verið í og ég hef búin að vera í 3 söfnum eins og ég hef nú oft talað og þegar ég rogast hans yfir þessu flakkið þessu manni þú mátt svo sem alveg vera með hvaða skoðun sem hefur verið á þessu en ég gerði þetta nú samt og sé svo sem ekki eftir neinu
og harma í raun og veru ekkert. Mér leiði vel alltaf í þessum söfnum, öllum þessum söfnum, og ég skildi það við á alla bara sáttur og bara svona maður sildi það út í rólegheitunum bara án þess að neitt þannig sé, neitt dragbítur væri á eftir. Þannig var þetta nú. Og ég ennþá að þjóna Kristi. Og ég ennþá að gera þessi verk sem hann fól mér. Og ég ennþá einn við þetta verk, að því hann fól mér að gera þetta svona. Ef hann hefur ætlast til einhvers annars sem að ég reyndar hélt að væri, þá væri, já, meira umleikis í kringum þetta, en það er ekki. Þú getur ekki gert þetta með neinum einfaldari hætti en heldur það sem er að gerast hér. Það er ekki til neitt einfaldara. En þessi einstaklingur hefur þurft að koma sér upp á ákveðnum búnaði til þess að komast í þetta verkefni, og hann er nú þannig að Guði ger að hann vill nú hafa þetta svona þokkalegt sem hann er að gera og er með því tæki og tól sem að kalla eftir þessu. Við höfum ekkert að vera neitt aftur í grári fórneski að nota eitthvað hálfónýtt og hálfónýtt tæki við þetta sem öll hristast og svo talið stundum inn og stundum ekki. Við höfum bara að vera með það besta sem að til er. Við höfum ekki að sætta okkur við neitt annað. En þá erum við líka komnir á þann stað að þetta kostar alveg hellinga peningum, en þó ekki. En vertu viss um það að Drottinn mun skaffa þér þessa peninga og þú láta þú fara í þetta. Svo allt í einu ertu nú komin bara með besta búnað sem hægt er að fá. Búnaðurinn, hann skiptir visst máli. Að því þú átt að frambera þetta með þeim hætti að í það minnst að þú sért sáttur við það. En ef þú ert ekki með góðar græjur, þá verður aldrei sáttur við þetta. Það er bara svoleiðis. Þannig að þetta býður upp á það að þú þarft að náttúrulega vissa kunnáttu og þú þarft að afla þér þessara kunnáttu sjálfur. Það er ekki nú að ég kunni þetta. Ef að þú ert að fara að gera þetta, þá verður þú að kunna, já, ekki minna heldur ég í þessum fræðum. En þetta er allt saman atriði. En breytir ekki því að þú ert þarna til þess að tala um Jesú. Og það er boðskapurinn. Það sem hann er að segja, það sem hann er að gera, búnaðurinn er til þess að koma þessu fram. Og það veistu vel. Og það kostar svo lítið af öðrum, ég er ekki að biðja þau um peninga, svo það sé nú alveg á hreinu. Ég bara segja þér, þetta kostar allt og þú þarft að vera með þetta. Eins og ég segi, til að þú í það minnsta sért sáttur við verkið. Og ef þú ert sáttur við verkið, þá kemst þú nú nokkuð langt á því. Þannig við þurfum að búa okkur þannig í haginn að við til að mynda vitum hvað við erum að fara út í, það er mikilvægt. Og bak við þetta allt er fullvissan að Kristur er að etja þér þangað. Þú segir, hvað ég ekki 30 manns með mér í maður, ég var alltaf einn við þetta. Þetta er bara svona. Ég get alveg sagt ykkur það, ef ég ekki tekið mér taki og bara gert þetta eins og ég er að gera. Þó það aldrei orðið neitt úr þessu. Því ég sá, það var ekki nokkuð leið að stóla það að einhver ætlaði að vera með hann í þessu. Það vildi örugglega að margir vera með mér í þessu. En þeir verða þó að koma þegar ég er í verki. Og það var svona dragbítrun í þessu öllu saman. Þeir, mátti ekki gera að því núna? Og hvað átti ég að gera? Þá stóð ég frammi fyrir því vali, býtu við á ég að stoppa þetta, bíða með þetta og maður velti þessu öllu fyrir sér. En svo sagði ég bara gera þetta sjálfur. Og þá var enginn til þess að stoppa, nema ég sjálfur auðvitað. En ég er nú ekki mikið fyrir að stoppa sjálf á mig, það hefur nú auðvitað komið fyrir. Þess vegna er þetta í gangi. Hvað sem þú hefur þetta að segja, þá er þetta svona. Og ég er að benda á þennan ágæta einstakling, það fer ekkert mikið fyrir honum í orði Guðs. Hann er á þessum eina stað í Guðspjöllunum, mann ekki alveg hvar,
og svo veist þú ekkert meira þennan einstakling. Og þarna orðið svolítið þarna líka, það pompa upp einstaklingar með svo sem stór merkilegan boðskap, en svo bara við vitum ekkert meira þetta fólk. Við vitum ekkjuna með eyrinn, og Drottinn sagði hana að þessi ekkja hafi gefið meira en allir hinir, og við sjálfsagt hefði Kristur ekki sagt þetta, og það í orði Guðs, þá engin muna eftir þessari konu. En mögulega hugsanlega myndum við muna eftir manneskinu sem að komið fúlgu fjár, fullan faðmið með sælum og gaf. Við erum svolítið þarna. En Kristur bendir á þessa ekkju. Og Kristur staðfestir þennan einstakling sem að boða á þess að þó hann vildi ekki fylgja þeim. Og segir strákunum það, láta hann bara vera, leyfi honum þetta. Svo segir hann, sá sem með mér, hann ekki leið á móti mér. Og þetta málið. Þú ert með Kristi þegar þú ert að boða fagnaðarerindið. Þá ertu með Kristi. Og Kristur segir, þetta alveg nóg fyrir mig. Þegar það gerir engin svona laga nema af trú. Og hvað elskar Kristur meira en trúna þína í þínu hjarta? Hann sá trú í hjarta þessa einstaklings, þessa mann sem að strákarnir voru kannski agnúum staðis úti í. En Kristur sér allt annað. Hann sér bara mann sem fylgir sér. Og þetta nú líka myndin af því að Kristur á himnum og hann þekkir alla á jörðinni. Hann veit þennan, hann veit hinn, hann veit mig, hann veit þig, að þjóna sér, en við veitum ekkert hvorum á öðrum. Við getum sagt, hvað þess að fylgja Jesú? En við erum með alls konar pælingar og spurningar svo margt. Þess vegna gaf Kristur okkur trú sem að getur, ef við viljum það sjálf, dregið upp þessa heildarmynd. Þá sjáum við einstakling, þessi nú ekki réttur í því maður. Þessi Kristur þó að mæla með. Hver ég að dæma þetta eitthvað? Þeir voru nú í raun og veru að pínulítið nextra stráka greiðin og ég skil það vel. Þeir voru með sinn þrönga hring bara utan þennan einstakling sem heitir Jesús. En þessi greinilega þekktan öðruvísi, ég veit ekki hvernig kynnin þeirra urðu, ég veit ekki hvernig það byrjaði því að það segir ekkert meira þennan mann. En líklega og mögulega hugsanlega stóð hann einhvers staðar þessi Kristur var að tala og verður fyrir einhverjum áhrifum. Og kannski svo sterkum að hann fer út á göturnar að segja frá þessum einstaklingi og kenna leksíuna sem hann að kenna. Er þetta ekki merkilegt? Mjög merkilegt. En það voru ekki allir sem sáu þetta. Strákarnir sem fylgdu Kristi, þeir sáu þetta ekki. En Kristus staðfestir verk mannsins. En segir þeim bara, láta þetta bara eiga sig. Leyfiðu bara manninum að gera það sem hann að gera. Svo segir hann náttúrulega lykilsetningu. Sá sem ekki á móti mér, með mér. Nákvæmlega. Við sjáum af þessu að við þurfum að vera vel að okkur í fræðunum til þess að deyja allir svona vitleysu eins og svo mikið í gangi. Að við erum að efast þetta og hitt að því við erum ekki að gera það sjálf og okkur detti sjálfum aldrei í hug að fara þennan veg að fara út í þetta. Við erum alltaf að mynd af árangri í trúnni. Svo erum við laupni farin í þetta, svo eftir einhvern tíma þá erum við farin úr þessu aftur og komin í bara að verka fisk eða eitthvað. Svo við erum svona haps í þessu. Kannski lifði þessi ágæti einstaklingur með þessu dó í hárri elli út frá þessu. Já, ég veit ekkert það eins og ég segi. Það segir ekkert meira þennan mann
En eitt sem ég veit og er fullvissum, hann er ennþá í þessu verki út allan heim sem við vitum ekkert af. Það sem ég að sjá og heyra er ekkert endilega upphafið og endir á öllu. Ég er bara manneskja í þessum heimi sem er að reyna að sinna því sem ég þarf að gera. Og núna á ég til trú og hún getur alveg, ef við leifum henni það, byrt okkur þessa víddir. Þess er líka eigum við trú. Það er til þess að opna á þessa víddir. Þannig við þurfum að skilja ýmislegt og jafnvel standa með því sem við botnuðum ekkert í hvers vegna, að við eigum til trú og hún bara talar til okkar með þessum hætti og hinnum hættinum. Þannig að og margir kannski eru með það svolítið ofalega hjá sér að það sem þeir eru að gera sé rétt. Ég er ekki að segja það að þeir sé að gera rán, en ég segi það eru margir líka að gera rétt, alveg eins og ég og þú. Þetta er eitthvað sem Kristur er að gefa. Og hvað segir þetta mér? Ég styð verk Guðs. Hjá hverjum sem er bara að gera þetta í sinni trú og gera þetta rétt og veit hvað hann á að gera vegna þess að hann fékk köllun. Þú hefur köllun, en hefur verið að sinna þinni köllun. Ég hef þetta beðið það að þú sért nú á þeim stað. Það er ekki bara ég sem er að sinna minni köllun, að við erum mörg í þessum embættum. En aðalatriðið er að við séum þar sem Kristur vill að við séum. Og við hefum ekkert auðvitað að láta stoppa okkur neitt í því að gera vilja Guðs. Ef hann vill að þú gerir þetta eða eitthvað annað, þá farðu bara í það. En þú getur alveg haldið þér við þinn söfnuð áfram. Ekki annars. Þarft að fara úr honum. Ég hef ekki þurft þess. Þó þetta sé bara einstaklingsframtak og allir þannig sé sáttir við það. Vegna þess að þeir sjá að þetta er Guðs verk og þeir sjá líka þitt Guðs verk, já það sem þú ert. En það er ekki endilega það eina rétta sem þú ert að gera. Við erum nú að trúa því að menn sem að fara út í þetta í Jesú nafni sé nú að gera það sem er rétt. Ég vil nú eiga svona trú og ég er reyndar á svona trú og hef alltaf átt þessa trú. Þannig að ég hef aldrei lagt neitt dóm á það hvernig menn starfa í þessu og ég segi í dag, gerðu bara köllunina þína. Það er nú það sem þú þarft að gera, alveg eins og ég. Og þú veist líklega hver köllun þín er. Ég þarf ekkert að vita hana. En auðvitað alltaf gaman að heyra það ef að menn vilja tjási það, þá er alltaf gaman að heyra kallanir mann og kvenna í Jesú nafni. En mér varðar í sjálfsagt ekkert hana sem slíka. En þú ræður því, alveg svo ég ræð því, að fara og framkvæma mína köllun. Og ég er að framkvæma mína köllun í þessu verkefni, því ég veit hvað ég á að gera. Og ég finn alltaf nálað og Drottinn með mér í þessu verki, eins og ég segi, að þá geri ég þetta nú bara svona. Ég sest bara niður og byrja. Og svo þegar verkefni er búið, þá veit ég hvað ég átt að tala um. Svona er þetta nú einfalt allt saman. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það að þetta sé hlutskipti mitt, því að ég er nú, ég veit að þú þekkir það ekki, svona á það til að grípa til kvíða. Og ég hef reynt þetta sjálfur, ég hef reynslað þessu öllu. Og ég hef svo sem oft talað um þetta, ég man eftir því að ég sá þetta fyrst þegar ég var að skrifa. Og ég er nú einn af þeim sem að vil nú kannski ekki vera endurtaka mig allt og mikið, kannski gerir maður það nú samt allt og oft, ég veit ekki, þú þekkir það allt. Ég man eftir því að, mér fannst ég verið búin að skrifa allt sem að máli skipti og svo fór ég að velta fyrir mér og ég fann alltaf þörfina
fyrir að gera þetta. Maður gerði þetta þörf og svo vildi ég náttúrulega fara og maður var alveg að grafa eins og hundur bara í draslíma til að reyna að finna eitthvað til að skrifa og þetta var að fara að íþyngja mér svolítið mikið og þannig að ég man alltaf þetta því ég ákvað að nú maður bara komin á tamp með þetta og ég hætti þessu. Svo legg ég bara frá mér penna og blað og blýantur þá, ekki neina tölvur og var svo í 3 mánuði og þá fann ég það að ég þurfti að fara að skrifa aftur, fann svona þörfi og þetta kemur svona innan frá hjá mér, ég finn það bara þar. Ég sest niður með blað og blokk, skrifblokk, þú maður stettir þeim, eru það ekki til ennþá og þá sá ég að þetta var orðið alveg leikandi lét og þá var ég ekki trúaður, takk til því. Þannig að drottinn, svona eftir á að byrjaði að nota þennan gæja löngu áður en að vissi neitt hann. Ég frelstaðist ekki fyrir 1989 og þetta gæti hafa verið svona 1986, 7 kannski. En ég byrjaði að skrifa 84 og komin alveg á fullt í skrifin 1985 og svo líklega 1987 eða eitthvað svoleiðis að 1988 líklega 1988 þá dettur botninn úr þessu ég sá að ég bara gat þetta ekki lengur, ég var bara að hætta þessu, ég hafði engar hugmyndir og það 3 mánaða pása hjá mér og svo byrjaði ég aftur og þá sem sagt þetta komið upp bara taktu þér blað og blýant í hönd svo byrjum við og ég mjög þakklátur líka fyrir það ég reynda þurfti að gera þetta svolítið með undirbúningi að ég settist niður og byrja eins og ég geri hér en það var ekki þannig fyrst þá komið á sama stað þar að ég var að undirbúa mig og ég var með biblíuna og ég var með texta og skrifa og vélrita þetta allt þá og prenta þetta út á blaði svona kannski 1 A4 blað með einhverjum hugmyndum sem ég var að vinna með og svo voru ritningavess sem að ég auðvitað notaði og ég byrjaði þannig. En þetta var svona íþyngjandi líka vegna þess að ég var alltaf að hugsa það að hvað á maður að tala núna og svo framvegis. Ég veit að þetta vefst ekkert fyrir þér en þetta vafði svolítið fyrir mér. Og svo sem sagt byrjaði ég þarna, ég vissi að ég átti að gera þetta og ég tala og svo tek ég eftir því að þess að ég veitti svona ætlaði mér eitt að gera það að ég var farin að nota í minna blöðin það sem ég hafði sjálfur skrifað. Maður var náttúrulega með upphafsteksta og það hét þetta ræðan og þannig að maður var kannski svona nokkuð leyti inn í því en það sem maður var að pæla á blaðinu var maður hættur að nota. Og ég sem sagt notaði þetta ritningavessin því að þau eru klassís og svo koma því setna að ég bara stíð fram og gera þetta eins og ég að gera núna. Þannig að þetta svo sem ágætis forréttindi því að maður í raun og veru alltaf undirbúinn ef að maður beðin. Ég nú sem betur fyrir ekkert beðin það, ég mjög þakkláttur fyrir það. Mér finnst alveg hræðilegt að standa fyrir mikið frammi fyrir mikið af fólki. Það alveg hræðilegt. Þannig að ég nú alveg sloppið við það. En ég veit það samt að þá ég bara tilbúin það sem ég Og ég myndi gera þetta bara svona. Ég bara stæði það upp og stíði fram og svo ég vinsanlega beðin að hætta þessu tali mínu eftir 40 mínútur. Segjum það. Svona hefur þetta nú verið hjá mér og honum Jesú mínum, í Jesú nafni. Vegna þess að hann vill nota þennan mann svona að hann veit alveg hverju við erum. Hann vill ekki að ég sé nýtt að kvíða þessu. Hann segir enda sjálfur, hvílið í mér og það nákvæmlega það sem maður hefur gert. Þegar maður uppgötaði það, hvernig maður, drottinn hafði undirbúið þetta allt, sem að ég hvíli bara í honum. Þannig að þetta alveg algjörlega raunhæft. Hvernig með þig? Hvílir þú með þitt í Jesú? Ef þú gerir það ekki núna, þá
hvetji þið til að lærðu það í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.